Þegar við fjöllum næmi, þá erum við að reyna að átta okkur á því að yfirleitt við með einhverja eina aðferð sem svona skimunaraðferð og svo eitthvað annað sem við köllum sanna viðmiðið, einhvern aðeins betri standard. Og í þessu dæmi þá gullstandardinn okkar að greinast þunglindur samkvæmt HAT-skalanum, en fyrra, eitthvað það sem ekki eins nákvæmt, það þetta að vera greindur þunglindur samkvæmt skimunarviðtali. Og hér spurningin að vita hér rannsókn sem var framkvæmd og niðurstöður hennar og hversu næm þessi viðtalsgreining gagnvart því að greina þunglyndi. Það að segja, hversu vel ná að nema alla þá sem raunverulega myndi flokkast sem þunglyndir. Næmi það sem við köllum sannar jákvæðar á móti sönnum jákvæðum plús fölskum neikvæðum. Sannar jákvæðar það sem eru þunglyndar samkvæmt viðtali og reyndu sannarlega vera þunglynd samkvæmt skalanum. Þannig að það þessi 14. Sú tala aftur í nefnaranum, en þá bætast við fölsku neikvæðu. Og fölsku neikvæðu þau sem eru flokkuðu neikvæð samkvæmt viðtalinu, en voru í raun jákvæð, þannig að það að kalla þetta neikvæð var falskt. Og þessi fölsku neikvæð voru 5, þannig hérna 5 undir. Þá næmið, það þetta hlutfall sem þá 14/19 eða 73,3%. Þá myndum við segja að skimunarviðtalið væri 73,3% næmt á að greina þunglyndi.